sælum í silkimjúkum blænum með fjöll í feldi grænum mín fagra heima ei. Við lífsins fagnuðum á fyrstu bernsku stundum þegar sólin hló á sundum og sigldi himinn fleig. Hér í afi á árabát og undi sér best á sjó. En amma hafði á öldunni gátt og aflann úr fjörunni dró. Vindur lék í voðum og vængir lyftu glóðum þeir höfðu býr hjá boðum á blíðuna full. Og en þeir fiskinn fanga við flúðir svið og og þaðan var vatninu veitt í stöðstöðurnar með þessum sjóstokki hér. Til að byrja með, þá var það bara í þessum svona, þá var steypt utan hana. Og þegar framkvæmdir fóru fram hérna á strandveginu fyrir 6 ára síðan, þá fengum við spurningin af því að það var einhver smá bútur hann eftir og við fórum að varðveittum hann og hann kominn hér upp. Áður ég afhendi þetta spjald til Vestmannaeyja bæjarstjóra, á þessi loki þá telja þetta fólk sem hefur verið í þessari vinnu að Helga Hallbergs hefur séð svona textagerðina, Elfur hefur séð að þýða þetta, Jói Listor sá svona hönnun, við Stebbi vorum í snabbi, og þá Rís úr sumarsælum í silkimjúkum Þetta var burðargrind sem átti að halda húsinu stöðu. Það var byggt á lausu sem kallað var. Ingimundur skrifaði nótu fyrir úttektinni. Ég stundi því upp hvort hann gæti skrifað þetta hjá okkur. Heldurðu, stundi ég í hálfum hljóðum. Þá leit hann upp, horfði á mig og sagði: heldurðu ég skrif ekki hjá þér eins og öðrum? Mér létti stórum. Hann gerði ekki mannamun. Húsið átti að snúa gaflinu til vesturs að austurhlíðinni, aðalinngangurinn var fyrirhugaður að sunnan. Fór hann krana til að hífa steypur. Þetta leyti vorum við smiðirnir að vinna við að byggja undirstöður undir fregnari fes í sjó fram. Og Einar sagði við mig: jæja Sigurður minn. Stóra stundin var runnin upp. Við stóðum á gólfplötu draumahússins. Nú gátum við farið í Sparisjóð Vestmannaeyja og fengið svokallað plötulán upp á 100.000 krónur. Ég tók mig frí eftir hádegi. Hún rís úr sumarsælum í silkimjúkum.
Eru það ekki ennþá? Fyrirverandi eyjaprestar. Já, ok, ég skil. Það er þið.